Við byrjum sem sagt á því hérna að taka fyrir forritunin á inntölvu M340 frá Schneider Electric og ég þarf bara aðeins að sýna ykkur hvernig að við byrjum á þessu. Við þurfum fyrst og fremst að ræsa upp forritið Unity Pro og það ákveðið forrit í gangi í inntölvunni sem við getum náð í, og með því að ná í það þá getum við skoðað uppröðun vélarinnar. Það einmitt verið að spyrja út í það hérna líka í verkefninu hvernig hvaða einingar í vélinni, svo það hægt að skoða það með því að hlaða þessu niður. En þetta rauninni það fyrsta verkefni sem að við myndum taka fyrir í vélinni þegar við erum búin að fara í gegnum kynninguna á forritinu og hvað við erum með hérna. Þannig að það búið að setja þá inn í verkefnið svona stigarit sem að þið setjið þá inn til að æfa ykkur í, og síðast allt í samhengi hérna, hvernig þetta ætti að líta út, svona fyrsta útgáfan. Og ég að taka þetta upp hérna, þannig að ef að eitthvað gæti hjálpað ykkur að þið væri að vinna í þessu heima í forritinu sem að ég væri búinn að setja inn á fartölvuna ykkar, að þið myndi stranda í einhverju, þá gætu þið hugsanlega skoðað einhverja upptöku þar. En ég ætla að byrja að opna forritið og setja sem sagt það í gang til þess að ná í viðkomandi upplýsingar úr inntölvunni. Það sem sagt allt í gangi þar, nema það ekki víst að inntölvan sé á run, það skiptir ekki máli, en það verkefni sem ég setti þar bjóð til þess að útskýra hvernig við getum sett saman eitthvað ákveðið forrit. Þið ræsið upp með þessu hérna Unity Pro. Nú erum við ekki lengur að nota Logosoft, heldur við ræsum forritið upp með Unity Pro. Finnið það á skjáborðinu ykkar, eða eru kannski búin að ræsa þetta upp? Búin að ræsa þetta upp? Er það klárt? Það að koma. Já, þetta dálítið viðamikið forrit og þess vegna þarf maður aðeins að vera þolinmóður, að leyfa því að ræsa sig upp, og ég ætla aðeins að doka við, bíða með það þangað til að þið verðið komnir með allir í gang. Og núna sem sagt þarf ég að undirbúa aðeins það sem í gangi hjá mér. Ég var að vinna við þetta, ég þarf bara að loka því eða hreinlega fara bara í New Project hérna. En þið sjáu að það tekur svolítið langan tíma að vista. Þetta stórt forrit og tölvurnar eru kannski ekki allra nýjustu gerð, þannig að það getur komið fyrir að maður sjáu aðeins að maður þarf að bíða að forritið, maður að reyna að gera eitthvað strax og eftir að maður kannski vistar, en þá segir það bara að forritið hérna svarar ekki, það ekki að vinna, og þá í rauninni að bara klára að vista, svo að við skulum bara bíða örlítið lengur, og þá getum við til dæmis farið í nýtt skjal. Og þegar þið voru búin að ræsa það, þá smellum við á nýtt skjal eða þessa blaðsíðu hérna auðu, það stendur bara hérna new. Þannig að það sem að forritið að gera núna hjá mér
það er rauninni bara að loka verkefninu sem að ég var í. Og hér sem sagt kemur það strax að því að ég á að stofna nýtt verkefni og velja örgjörvaeiningu og allt svoleiðis. Ég á ekki að þurfa þess alveg strax, en bara til þess að sýna það, þá er vélin sem við erum með, hún heitir P34 2020, þetta er Modbus Ethernet, og við myndum ræsa það og ná í þannig vél. En nú þurfum við þess ekki, vegna þess að ég ætla að ná í allt saman upp úr inntölvunni, og þá þurfum við að stilla þetta þannig að við förum í PLC hérna, og við þurfum að fara í set address. Og hérna þurfum við að setja inn sem sagt IP adressuna á inntölvunni. Það er sem sagt að PLC og í set address. Og það eru sem sagt tvenns konar virkni sem að við getum verið í gangi með forritið, að það er sem sagt þegar við erum að nota sjálfa inntölvuna, það er þessi kassi hérna vinstra megin. En kassin hægra megin, það sem er sýnt tölvutákn eða PC tölvutákn, skjá, og það er þegar við notum herminn. Hermirinn er hérna hægra megin, en þegar við vinnum með inntölvuna, það er tákn með vinstra megin. Einhver spurning? Hvað slóst inn í aðeins? Já. Ég ætla að stækka það upp, kannski vonandi sjáu þið það, svo að ég þurfi ekki að lesa það, svo sjá. Nei, ég get ekki stækkað upp. En það er hérna 10, 11, 219, 56. Það er sem sagt punktur á milli eins og þið þekkið. Það er sem sagt 10, punktur, 11, punktur, 213, punktur, 56. 219? Ég held að það sé 219, já. Sagði ég 213? Já, þá er það 219. Og media er þá TCP/IP. Ég er að velja það. Þegar þið búin að þessu, allir komnir með þetta? Ekki alveg? Já, ok. Já, það er að opnast, já. Þá við björgum því. Og þá segjum við bara ok á þetta, og þá förum við í það að smella hérna á connect hérna, og sá fyrsti sem að fer þangað, hann nær sambandi við inntölvuna og getur stjórnað henni. En sem sagt, það kemur þá þannig út að allir hinir geta bara lesið upp á henni og hafa enga stjórn þannig, kannski geta ekki sett hana í run eða breytt forritinu eða slíkt. Þannig að ég ætla að sýna, er einhver búinn að smella á connect? Fyrst? Já, ok. Þá ert þú með stjórnina. Og nú ætla ég að sýna þá hvað gerist þegar ég smelli á connect. Þá er sagt sem sagt að ég get ekki tengst henni, ég get ekki stjórnað henni frá mér. Þannig ég segi allt í lagi með það. Ég vil bara lesa hvað er í gangi þarna. Og þá ætla ég að, býttu nú við, ég ætla að fá hérna í upload project. Já, mér finnst skrítið að komi líka hérna þessi möguleiki. Það er bara disconnect hérna,
Býtu, það verðist vera eins og ég hafi stjórnina á þessu. Skrítið. En allavega ég ætla að ná í forritið og þá segir transfer project from PLC, ég ætla að ná í það. Þá smelli ég hérna transfer project from PLC og þá les það forritið, þá hérna er ég að lesa forritið frá inntölvunni. Og þið skuli reyna að gera það hjá ykkur. Það stendur eitthvað connection mode is not available eitthvað með. Já. Ef að móna þetta segja. Það segir, já þið skuli reyna samt að komast í samband. Þá hún spyr hérna, do you want to transfer project from PLC without reservation, semst án þess að ég hafi stjórnina semst á þessu. Og þá segi ég já. Og hún er, sko, PLC is already reserved by, af tölvunni TS1056. Og við sjáum þá á kössunum, þeir eru allir merktir, hvaða tölva er með stjórnina. Og núna næ ég í forritið. En hérna, þú verður virkt. Við fáum viklumendingu, við fáum hana... Já, þeir eru ekki virkt, það er að passa það bara. Því að þessi vél hérna, hún er með stjórnina. 1056, það passa. Þeir eru með stjórnina á vélum. Þannig að meðan hún er að hlaða þessu inn, þetta er þetta til að eiga og þú bara nærði í forritið. Ekki á blöðið, allt í fína lægi. En þið vantar, þú veist, ég spyr í þessu villum. Það vantar að taka inn allir þessu. PLC, ítlunumrið. Nú, þú var þetta. Það er bara montara til að horfa á hvað er ekki. Ítlunumrið. Hvað er svo, aðeins bildkonett og það er hérna PLC og senda aðeins. Já, þetta er alltaf góð leið. Ok, svo aftur konett. Já, ok. Og svo bara verður við að ná í forritið. Það er þetta leið, ekki leið. Og svo bara ok, áfram. Þá náum við bara í forritið og þetta verðist vera komið hjá mér. Já. Hvað segir þið til þetta? Viss. Það er bara, hann er bara busy, það er ekki stuttur. Ég með ekki hendur, og það er svona með það. Já, ég er að reyna að setja upptökunni hérna hjá mér á hittum við. Ég fer ég að því. Við skulum sjá. Það er sennilega bara á ösku.
Þetta er eitthvað skrítið. Já, hérna er þetta.